Góða kvöldið, skotnar, og velkomin í Gamesýruna á föstudagskvöldi. Það 22. maí, búin að vera ansi, svakalegu dagur í dag. Sem sagt í dag þá kemur drop númer 2 af alls konar gögnum og ljósmyndum og myndböndum frá stríðsmálaráðuneyti Bandaríkjanna. Og ég ætla að fara svona aðeins yfir það í þessum þætti og reyna að hafa þetta ekki oflánt, þannig að þið haldist við. Disclaimerin á það sem ég að fara að segja hérna núna sá að ég ætla einhvern veginn að, hvað ég segja, ég búin að vera svolítið á móti, ég búin að vera svolítið svona á samsæriskantinum eins og mér tamt. Ég ætla núna einhvern veginn að reyna að nálgast þetta þannig að sannleika sé að ræða. Þannig meint að það sé verið að birta hana upplýsingar, bæði skjöl og myndbönd og ljósmyndir sem eru sem sagt byggðar á sönnum grunni. Ég ætla bara að gera ráð fyrir því, ég ætla ekki að vera að flækja þetta allavega ekki í kvöld, ég ekki í stuði, ég orðinn dauðþreyttur eftir erfiðan dag og 11 manna pizzaveislu með mörgum börnum. Vei. Og meðan ég fer aðeins yfir þetta, þá ætla ég að leyfa því bara að rúlla. Ég sem sagt klippti saman, ég búin að fara yfir öll myndböndin í dag. Það var það sem ég tókst. Ég búin að fara yfir öll myndböndin, skáta þetta allt saman. Þetta 40 myndbönd og ég búin að velja svona það besta úr og klippa þetta í eina ræmu og ég ætla að leyfa því bara að ganga hérna meðan að ég tala. Við erum að tala hérna og ég fer hérna inn á eitthvað sem heitir Disclosure Foundation, sem að ég ekki búin að kynna mér nákvæmlega, en það var vinkona mín sem benti mér á þetta og þetta sem sagt bara svona, þetta eru eitthvað konar svona disclosure samtök sem að upplýsingasamtök sem hættir að heimsækja á þeirra heimasíðu. En það sem sagt Disclosure Foundation .com minni mig. En þeir sem sagt gefa út svona tilkynningar, senda meila á fólk þegar eitthvað mikilvægt gerist og það mitt komið svona meil í dag og þessi vinkona mín sem sagt sendi mér þennan meil og ég sem sagt ætla að lesa hann bara hérna fyrir ykkur í grófum dráttum hérna meðan að þetta rúllar hérna í gegn og ég ætla að lesa þetta á ensku að saka reimin. The government released a second batch of UAP files this morning, and the material is substantially more revealing than what came before. Það reyndar alveg rétt, þannig kannski séð. It includes 50 military videos, 50 video, a senior intelligence officer's first-hand account of an hour-long encounter, and imagery captured at a nuclear weapons facility. 3 agencies appear for the first time. The first release drew from the Pentagon, from the Department of War, that was at FBI, NASA, and the State Department. This second release brings the CIA, the Office of the Director of National Intelligence, and the Department of Energy into public record, extending the documented trail from conventional military sightings into intelligence community and the nuclear weapons complex. Og þetta semst allt í þessu second release, þá þetta 64 total records. Af þeim eru 50 video from the Department of War frá 2017 til 2024, 7 audio recordings, þetta frá NASA, þetta semst Mercury, Apollo 12 og Apollo 17 og ég mæli með að þið hlustið á þetta. Þetta síðast í batchinu, mjög áhugavert. Og svo 6 documents from CIA, ODNI, DOE og DOW. 5 agencies represented: DOW, CIA, ODNI, DOE og NASA. Svo kemur hérna, the headline. A senior intelligence officer describes an hour-long UAP encounter. The ODNI narrative, þetta sem sagt skjalið heitir, þið getið flettið upp þarna inni, þetta ODNI _UAP _D00
1 is a 2-page first-hand account from late 2025. A senior intelligence official, 2 pilots, and ground teams encountered multiple UAP on a military test range over the course of more than an hour. Key details. An object approached within 10 feet of the helicopter, split in two, and accelerated beyond pursuit speed. Ground teams observed the object on a flare and described it as a super hot. Countless orange orbs swarming in all directions against a mountain backdrop. Orbs formed geometric patterns and a T formation and a triangle. The same orbs appeared directly above fighter jets, matching their speed and flight path. Radar flare, night vision, and naked eye observations all corroborated simultaneously. Og svo það the nuclear connection. Þetta semst tengir þetta við þarna Department of Energy. Þeir semst eru með allt þetta kjarnorku bras og það hefur náttúrulega borið mikið á þessum fljúgandi fyrirlutum í kringum þessar kjarnorku stöðar allar. UAP documented at America's most sensitive nuclear facility across 76 years, spáði því. 3 Department of Energy documented established a direct connection between UAP and nuclear weapon site. It says Pantex plant, radar and Sandia National Labs enhanced image of an unidentified object at the nation's primary nuclear warhead assembly facility. Veist, það spáið, þetta er svo samsetningastöð fyrir svona kjarnorkuodda, veist. Sandia Base 1948 to 1950, þetta er sem sagt Dove UAP D017, 116 blaðsir of formerly secret co-respondence samskipti documenting green fireballs over nuclear weapon storage sites. Þarna sem sagt bara grænir orbar fyrir ofan sem sagt kjarnorku geymslu svæði. Scientists concluded the object were not conventional meteorites based on the anomalous copper particle composition. Og svo það Los Alamos 1986, það sem sagt sama bats nema D003. A weapons lab physicist presented why should a scientist be concerned about UFOs to colleagues at the Nuclear Weapons Laboratory. Og svo hana 50 military videos og það svona hérna on March 31st 2026 the House Task Force sem sagt bara Anna Paulina Luna it's a task force on declassification of federal secrets. They sent a letter to Secretary Hegseth. Sem sagt Anna Paulina Luna sendi sem sagt bréf á Pete Hegseth requesting 46 specific UAP videos by name. Videos that whistleblowers had informed, sem sagt whistleblowers þarna eru að tala George Knapp og Jeremy Corbell, had informed Congress were held by Arrow. Of those 46, at least 44 appeared in the release. Þannig að það ansi gott. En þetta eru sem sagt myndbönd nokkur af þeim sem að ég hef séð koma frá weaponized þáttunum sem sagt Jeremy Corbell og George Knapp. 2 items, both from 17th of October, are unaccounted for. Þetta eru sem sagt, ef við förum aðeins yfir þetta, þá eru þetta vídeo frá 2017 til 2024 og innihald þessara myndbanda eru frá Írans, Sýrlandi, Afganistan, persneska Persaflóa, austur Kína og svo Sea Lake Huron sem er í Michigan og það vídeo, það birtist hérna áðan, það er sem sagt það sem er áhugavert við það, þetta er þessi kínverski loftbelgur sem var skotin fyrir ofan þetta vatn í Michigan sem átti að vera kínverskur veður eða njósnabelgur, ég muni örugglega eftir þessu, það var semst bara F-16, F-22 orustu þota held ég sem að skýtur hann niður. En það sem er áhugavert í myndbandinu eftir að búið að sprengja njósnabelgin í tætlur þá allt í einu bara birtast þarna í kringum skotsvæðið eitthvað svona skrítin lítil orbs. Já, einmitt, og svo er þetta
seven NASA audio recordings include mission from Mercury, Redstone 4 1968, Mercury Atlas 7, 8 og 9, Apollo 12 árið 69, Apollo 17 árið 72, covering America's earliest crew spaceflight through the final moon landing. Sko, þetta svolítið svakalegt, krakkar. Sko, það sem að við erum að horfast í augu við það að sko, ég var að horfa á þessi myndbönd í dag. Segjum sér svo að þetta sé ekki falsað af einhverju skuggavaldi eða djúpríkinu sjálfu. Segjum sér svo að þetta sé ekta. Þá eitthvað mikið í gangi. Veist, ég að meina það raunverulega. Þarna erum við að horfa á mikið af hnöttum sem að sýna af sér sko fáránlega flughreyfiferla. Við erum að tala sko hnetti, bara svona eins og einhverja pilatesbolta hérna bara á flugi, hérna takandi 180 gráðu beygjur bara on the spot. Veist, þetta náttúrulega bara ekki hægt. Þetta bara gengur ekki upp. Veist, ef að fólk í meginströmmnum fer ekki að vakna núna gagnvart þeirri staðreind að mjög líklega, staðreind að við líklega erum ekki ein, að það hérna eitthvað sjúklega dularfullt í gangi, hvað var þetta UFO-dót, og að málaflokkurinn sem raunverulegur og fólk fer ekki að vakna til vitundar þetta, þá bara, veit ég ekki hvað, þá held ég bara okkur sé ekki viðbjargandi. Það bara svolítið þannig. Og ég einhvern veginn, ég held, þessi myndbönd sem að ég horfði á í dag, og núna ég ekki búin að hlusta á allar þessar NASA upptökur, ég náttúrulega búin að heyra svolítið af þessu frá fyrrabatsi og ég ekki búin að lesa allar skýrslurnar, en ég búin að vera að horfa á þessi myndbönd, þetta náttúrulega gríðalt efni. Og ég held að þetta mun halda áfram næstu vikurnar, svona 2 vikna fresti, þá munum svo vera dropað í okkur og það bara verið einhvern veginn, og ég held að í hvert skipti þá mun þetta verða einhvern veginn skýrara og fáránlegra því það alveg á hreinu að þessi myndbönd sem komi núna, þau voru einhvern veginn miklu svona skýrari og meira afgerandi en sem sagt þessi myndbönd sem að komu í fyrrabatsinu, þó svo kannski að ljósmyndirnar sem komu í fyrrabatsinu sem sína þessi anomalies eða þessa fljúgandi furðuhluti á sporbauðum tunglið, þetta á semst tekið bara á yfirborði tunglsins af geimförum sem stóðu á yfirborði tunglsins árið 69 og 72 og það voru ótrúlega áhugaverða myndir. Þannig að en við fylgjumst bara spennt með. Ég vildi bara henda svona aðeins í þetta og þetta inn á Department of War eða semst war.gov. Þið getið líka nálgast þetta með því að fara beint inn á Disclosure Foundation, obviously, og bara takk vinkona fyrir að benda mér á þetta. Ég búin að subscribe mig á eitthvað svona newsletter lista hjá þeim. Það alveg frábært. En svo náttúrulega bara, nú býð ég spenntur eftir að fá að sjá alla þessa YouTube-þætti og fréttastöðarnar, einhvern veginn, meginströms fréttastöðarnar, grípa þetta, því að þær að grípa þetta sem sagt, já, sérstaklega vestanhafs, þá meginströms fréttamiðlarnir að grípa þessa umfjöllun, þó svo að íslensku fréttastöðarnar eru meira bara uppteknar að herja á alls konar ádeilu hvað varðar hinsegin fræðslu í skólum, svo eitthvað sé nefnt, og hvort að einhverja strætóakrein, hvað heitir hún? Borgarbrautin? Nei. Hraðbrautin, hvað heitir þessi? Borgarlínan, einmitt. Rífumstoltið borgarlínuna, gerum það í nokkur ár. En íslenskir fjölmiðlar hafa ekki verið að taka við sér í þessari umfjöllun. Annað það ekki. Jú, kannski eitt leyndarmálina. Segið ekki neinum. Ég að fara að hitta mannesku annarkvöld sem ætlar að fara með mig og lesa fyrir mig sem sagt bæði eitthvað sem hún kallar My Akishic Records, Akishic skrárnar. Hún ætlar að fara með mig þarna inn því að ég búin að vera að fá til mín tilfinningu sem sagt upp á síðkastið, síðustu vikur og mánuði, að ég þurfi að fara að stefna inn á okkur mjög skýra braut og ég veit bara ekki alveg í hvaða átt ég á að fara.
kom til mín áðan þegar ég var að grilla hana 15. pítsuna hinn út af palli. Helst væri ég til í að vera í stöðu þar sem að ég sem sagt gæti unnið við þetta. Það sem þýðir að ég gæti sem sagt bara gert þætti og skrifa greinar og bækur bara á daginn þegar ég er undir hefðbundnum kringumstæðum bara í vinnu sem starfsmaður á plani. Þannig að sko, og það svolítið svona verður til þess að þegar ég kem heim úr vinnunni þá verður ég bara að díla við þreytu. Ég meina, þú veist, klukkan er 9, ég er ekki einu sinni búin að fara í bað eftir daginn sko. Þannig að maður er svolítið svona tjónaður oft á því og þannig að ég er að fara til hennar á morgun. Hún ætlar að lesa vist í skrárnar mínar og hún segist búa yfir getu til þess að aktiveita eða kveikja á mínu full potential, gera mig hámarks skilvirkan í leik og starfi og kannski mögulega opnast fyrir eitthvað áður óþekkt viðskiptavit og ég get farið að búa til sem sagt eitthvað penning sem er náttúrulega bara orka út af þessu svo að ég geti mögulega kannski stunda þessa iðju mína okkur öllum til góðs ekki alveg jafn úrvinda og þreyttur. En allavega, nóg mig. Herraskundar, mér þykir sjúklega vænt ykkur. Ég ætla að hætta þessu röfli. Farið vel með ykkur. Ég heyri kannski ykkur helgina. Við sjáum hvað setur. Spennandi tímar. Namaste.